Ég heiti sem sagt Eva Björk Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps og hér greinilega með vinkil sveitarstjórnarmannsins á þennan málaflokk og kem úr svona típisku sveitarfélagi sem dreifð byggð, mjög dreifð byggð við Skaftárhreppur sem að ég oddviti fyrir, tekur 7% af undirlendi af Íslandi. En nýbúar eru undir 600. Mjög dreifðir, því þetta trúlega svona birtingarmynd dreifðrar byggðar á Íslandi. Nú, þetta tækifæri fyrir okkur, tvímælalaust, en þetta líka áskorun og þannig ég kem svolítið inn með þeim gleraugum sveitarstjórnarmannsins, hvað erum við að glíma við og hvað getum við tekið út úr þessu, á hverju getum við grætt og hvað þurfum við að gera betur. Nú, eins og hefur komið fram, þá erum við á 4. stigi og þar sem við erum komin í snjallvélar og hugbúnað og það náttúrulega bara frábært, við erum komin þangað, en erum við komin þangað? Erum við í dreifbýlinu virkilega komin þangað? Og við allavega erum komin þangað í huganum. Nú, gervigreind og gagnasöfnun. Síminn okkar stjórnar svolítið lífin okkar. Við erum háðunum og við Íslendingar tökum yfirleitt alla leið. Við annaðhvort erum við ekki með eða þá við gerum þetta alla leið og erum best í því sem við gerum. Þannig að mér þykir líklegast að miða við það sem undan gengi að við förum alla leið með 4. iðnbyltinguna. Eins og hefur komið fram þá stjórnar þetta svolítið lífið okkar og við leyfum 4. iðnbyltingunni að stjórna svolítið lífin okkar og taka það svolítið yfir. Að passa okkur að verða ekki algjörlega háð henni samt og missi ekki stjórn á þessu. En ég ætla að taka í mínu 10 mínútna erindi ætla ég að taka fjarheilbrigðisþjónustu og hvaða áhrif og hvaða tækifæri og kannski ógnanir hún hefur í för með sér fyrir dreifða byggð og þar sem þetta eru aðeins 10 mínútur þá fleyti ég kettlingar og þetta verður frekar yfirborðslegt en engu að síður kannski vonandi svarar einhverju spurningum eða þá jafnvel vekur fleiri. Innviðir. Það náttúrulega það sem við sveitarstjórnarfólk erum að berjast við alla daga. Það eru innviðir dreifðra byggða til þess að virkja 4. iðnbyltinguna í dreifðum byggðum þurfum við rafmagn. Við þurfum alvöru rafmagn og það ekki komið allstaðar alvöru rafmagn í dreifðum byggðum. Og við þurfum náttúrulega að laga það til að geta tekið þetta skref að vera með í pakkanum. Þriggja-fasa rafmagn forsenda atvinnuuppbyggingar í dreifðum byggðum. Það alveg sama hvar á það litið, hvort það bóndinn sem nær ekki að byggja róbótafjósið sitt eða fullvinnsla afurða eða ferðaþjónustufyrirtækið. Ef á að vera framþróun á landsbyggðinni, þurfum við gott, örugt, þriggja-fasa rafmagn. Tæknin sem við erum að fjalla í dag krefst þess að sé ekki flögt á rafmagninu, að það sé örugt og það sé gott. Þar sem rafmagnið verður til út á landi, þá þetta fyrir bæinn, kemur aftur, við borgum meira fyrir það, við ættum að fá gott rafmagn. Þetta eru grunnforsendur til að geta tekið þátt af fullum krafti í 4. iðnbyltingunni. Þetta sem við sjáum á skjánum núna ekki jólaljós. Þetta gull sem að streymir núna æ fleiri dreifðari byggðir og tengir okkur við 4. iðnbyltinguna. Við viljum fá þetta í hvert einasta hús. Svo ekki ennþá, en vonandi með verkefninu Ísland ljóstengt, þá lendum við þar öll. Þarna líka ákveðin misskipting. Ef við værum á höfuðborgarsvæðinu, þá fengjum við þennan blessaða ljósleiðara, einn af þessum fallegu þráðum, við fengjum hann inn til okkar, ekki einu sinni heldur tvisvar, risti gegnum götur, gangstéttir, blómabeð og garða, án þess að biðja hann og án þess að greiða fyrir hann. Við sem búum í dreifðum byggðum þurfum í fyrsta lagi við viljum fá svona gull inn til okkar, þurfum við að borga fyrir hann.
Sem betur fer, þá tók ríkisvaldið við sér ásamt sveitarfélögunum og það var farið í þetta frábæra verkefni Ísland ljóstengt sem að gerir okkur kleift að lenda á sama stað og lætur okkur á endanum vonandi vera jafnfætis öðrum svæðum og þá er ég að tala höfuðborgarsvæðið. En það kostar mikið fjármagn bæði frá sveitarfélögunum og frá ríkisvaldinu. Það er alltaf markaðsöflin sem að ráða för. Nú, sumir geta ekki beðið, gátu ekki beðið en fóru af stað. Þarna er verið að vinna því að leggja ljósleiðara til þess að tengja hana Agnesi okkar sem ég ætla að ræða hérna eftir og kynna fyrir ykkur, einn virtasti íbúi Skaftárhrepps. Þarna fóru einkaaðilar af stað og sáu það að ef við ætluðum að virkja fjarheilbrigðisþjónustu í Skaftárhreppi þá þyrfti ljósleiðara og hann var ekkert á leiðinni. Þannig að hann var bara keyptur og grafinn niður. Nú, við erum komin langa leið. Við höfum ekki lengur þennan mannauð sem þið sjáið þarna á myndinni, ekki í öllum dreifðum byggðum, ekki lengur. Það sem að læknirinn og presturinn og allir sem enda á inn voru máttarstólpar hvers samfélags og maður hafði aðgang af þeim, gat leitað til þeirra og þeir sinntu okkur, hugsuðu okkur og þeir báru velferð okkar íbúana fyrir brjósti. Öldin er önnur. Má ég kynna fyrir ykkur Agnesi. Hún stendur þarna á milli þessara tveggja herramanna, læknisins okkar sem að yngist ekki. Sigurður Árnason er þarna stórastæðilegur. Og hún kom til okkar 2013 fyrir að frumkvæði íbúa sem að stofnuðu hollvina samtök heilsugæslunnar, söfnuðu 13 milljónir á 18 mánuðum og hreinlega keyptu þennan fjarheilbrigðisbúnað sem þið sjáið þarna á milli þeirra sjálf. Nú, með henni Agnesi þá erum við komin með sérhæfða heilbrigðisþjónustu nær íbúum. Hún fækkar sjúkraflutningum, hún lækkar ferðakostnað, kemur stundum alveg í veg fyrir ferðakostnað. Það verður betri nýting á fagfólki og bætt nýting á tíma og fjármunum fólks. Í henni, hún hefur yfir að búa stafrænni myndavél, lífsmarkamæli, eyrna, háls- og augnskoðun, hjartalínuriti, öndunarmæli, húðmyndavél, rafrænni hlustunarpípu, 2 skjáum, lyklaborð og mús, PC-tölvu og síðan er forritið sjálft hún Agnes sem að tekur þvílíkt pláss í samfélaginu að hún hefur meira sem verið fyrirferðar mikil á þorrablótum. Þannig hún er svona stór hluti af okkar lífi og okkar samfélagi. Við lítum svo á að með auknum lífsgæðum eða að fjarheilbrigðisþjónusta veiti okkur aukin lífsgæði af því leyti að við þurfum ekki að ferðast þessi kona áreindar ekki heima hjá okkur. Ég rændi henni. Við þurfum ekki að ferðast 5, 6, 7 klukkutíma fram og tilbaka á höfuðborgarsvæðið og tilbaka til þess að fá hálftíma viðtal við sérfræðing sem að vísar á okkur einhverju lífi. Það er möguleiki á því að fara og hitta Agnesi og vera í sambandi við sérfræðing á hinum endanum sem að gefur okkur það sem við þurfum á að halda í einhverjum tilfellum. Ég veit til þess að hún hefur bjargað mannslífum, hún Agnes. Nú, framtíðarsýnin okkar
náttúrulega svo að við viljum sjá jafnt aðgengi landsbyggðarinnar að sérfræðiþjónustu og auðvitað má segja að það sé jafnt aðgengi en það svo erfitt að nálgast sérfræðinga og sérfræðiþjónustu. Auðvelda og auka samskipti starfsfólks og auðvelda og flýta fyrir áliti sérfræðinga, draga úr óþægindum og kostnaði vegna ferðalaga sem ærinn, trúið mér, og auka skilvirkni og hagkvæmni. Það ekki svo að svona tæki komi í staðinn fyrir mannauð og því í litlu samfélagi skiptir hver manneskja ótrúlega miklu máli. Og hún Agnes fer ekki á staðinn ef það verður rútuslys. En þannig að við þurfum að tryggja að það sé ætíð mannauður í hverju samfélagi sem getur tekist á við vandamálin hverju sinni. Þannig að við fögnum þessari tækni en hún ekki og kemur ekki í staðinn fyrir fólk á staðnum. Þannig að við þurfum að halda áfram að sjá til þess að á hverju svæði sé heilbrigðisstarfsfólk sem tilbúið að takast á við þau vandamál sem koma upp. En aftur á móti þá gerum við okkur alveg grein fyrir því að við komum ekki til með að manna dreifðar byggðir með sérfræðingum. Vonandi náum við eins mörgum heilsugæslu læknum og hjúkrunarfræðingum í hverja byggð, en sérfræðingar verða æ færri og erfiðar að ná þeim út á land. Þannig að þá skulum við bara horfast í augu við það og nýta okkur tæknina, nýta okkur fjórðu iðnbyltinguna, en til þess að hún megi fyllilega virka, verðum við að halda áfram að byggja upp innviði og það þarf að gerast hratt. Og við þurfum að standa í lappirnar til þess að láta það gerast, af því að annars bara hreinlega setjum við eftir. Ef við ætlum að fá að taka þátt í henni, verða innviðirnir sem öllum finnst svo sjálfsagðir að það þarf ekki að tala um þá, rafmagn og ljósleiðari, við verðum að ná þessu í jörð. Þá mínu erindi lokið. Ég bara þakka kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel.